Komið sæl aftur, við byrjum aftur á þessu yfirlitskorti og sjáum að það er svolítið mikil úrkoma yfir Bretlandseyjum. Það er síðan lagð hér suður af hvarfi sem að dýpkar hratt og gengur upp að landinu með hvassviðri, stormi og jafnvel roki við suðurströndina í fyrramálið, en síðan fjarlægist hún aftur landið og fer svona til vesturs og síðan til suðurs aftur, og þá sitjum við eftir hér í svona norðlægri átt, heldur svalara lofti allavega norðanverðu landinu og útlit fyrir að fari aftur að snjóa þar á föstudag. En við sjáum á hitastigsskortinu hvað þessi lægð dregur hér upp að landinu ofsalega mikið hlýtt loft. Það er náttúrulega alveg frekar hlýtt með árstíma annars staðar í Evrópu, en eins og sjáum við hér að það er mjög skörp skilin á þessum kuldaskilum sem að fylgja síðan lægðinni síðar, og þau koma til að ganga til austurs, til dæmis yfir Bretlandseyjar og einnig yfir landið, en hins vegar er hérna svolítið hlý tunga sem að kemur síðan aftur við sögu og má alveg búast við því að hitastig til dæmis á láglendi og Austfjörðum verði yfir frostmarki meira minna næstu daga. En það eru gular viðvaranir vegna vinds í gildi á sunnan- og suðaustanverðu landinu í fyrramáli. Þetta er líklega ansi staðbundið hvassviðri, stormur eða rok undir Eyjafjöllum til dæmis, og þar í kring þar er búist við að meðalvindhraði geta alveg farið í 28 metra á sekúndu, svipað sögu er að segja af öræfum. Vindhviðurnar gætu náð 40, en svona almennt er vindhraðinn 20 til 25 metrar á sekúndu líklega á þessum slóðum, en síðan mun hægari þegar vestar dregur, svona 10 til 18 metrar á sekúndu, og það hvassast á fjallvegum hér við Faxaflóa og Hellisheiðinni og svo Mosfellsheiðinni og Lyngdalsheiðinni. Á norðaustanverðu landinu þá er ennþá kalt í veðri, má alveg búast við því að það þykkni upp með smá úrkomu hér á norðaustanverðu landinu. Þetta verður þá snjókoma þar, snjókoma til fjalla á Austfjörðum, en rigning á láglendi, og rigningin fylgir síðan suðurströndinni alveg til vesturs, en það er útlit fyrir að verði bara þurrt á norðvestanverðu landinu á morgun, þó það geti nú blásið alveg talsvert í norðaustanáttinni. Þegar lægðin fjarlægist á föstudag þá dregur hún inn hérna norðaustanátt með smá úrkomu bakka allavega við ströndina á norðanverðu landinu. Það ætli það snjó ekki til dæmis að Hólmavík og þar í kring á ströndum og eins á svona yst á Skaga og Tröllaskaga, en það er ekkert víst að þetta nái til dæmis inn Eyjafjörðinn, en hér sunnan jökla þar verður bjartviðri og hiti aðeins yfir frostmarki. Það er smá úrkomusvæði sem ætlar að ganga upp að suðurströndinni á laugardag, gæti alveg verið slydda eða smá snjókoma á suðvestanverðu landinu og þá líka hér í höfuðborginni, en það léttir til og birtir til á norðanverðu landinu, þó hiti verði líklega áfram undir frostmarki á þeim slóðum, en eins og ég segi þá er svona ennþá þessi misskipti hitastig, þannig að verður hlýtt á sunnanverðu landinu. Á sunnudaginn hins vegar gengur hæðarhryggur hér svona eftir öllu landinu til suðurs og það kólnar aftur í veðri, og má alveg búast við því að það verði ansi kalt til dæmis inn til landsins á norðanverðu landinu svona þegar líða tekur á sunnudag. En ef við förum aðeins til Evrópu þá sjáum við að það ganga þarna skil yfir Bretlandseyjar og síðan yfir til Skandinavíu. Það rignir eitthvað í Osló og þar í kring á morgun. Það er líka úrkomu svæði í mið-Evrópu og norður Ítalíu og svo hér lengra til austurs yfir Svartahafi, en það er ekki dropa á loft að sjá á Spáni eða þar í kring og ekki heldur á Tenerife. Í Ameríku þá er nú svolítið úrkomusvæði við austurströndina. Það er á leiðinni til norðurs og kemur líklega ekki meira við sögu. Það er aðeins verið að snjóa náttúrulega í Klettafjöllunum og á þeim slóðum, en rigndi aðeins í Kaliforníu í dag og er útlit fyrir svipað veður þar á morgun. En það er sem sagt hvöss austanátt í kortunum hjá okkur á morgun. Það eru gular viðvaranir í gangi vegna vinds sunnan og suðaustan til, og svo verður líka rigning og slydda eða snjókoma til fjalla mjög víða. Verið sæl.